Já, komið all sæl, gamlir sveitungar og annað fundafólk. Það gaman að vera hér með ykkur og vera búið að taka þátt í þessum fundi og ekki síst á þessum slóðum einnig sem að mér þykir ára væntum. Nú, það búið að segja margt og margt komið fram í umræðinni og margt ágætt gögn og slíkt verið lögð fram sannarlega til varnar fullveldis þjóðarinnar og ég hugsa kannski aðeins til þess að líta þá meira niður svona svolítið bara í þau skref sem ég hef verið að stíga og var að stíga síðustu árin í alþjóðastarfi. Það var mikið reynsla að koma inn og fara í formennsku utanríkismálanefnd og virkilega vera í svona beinu sambandi og samtölum við fólk í löndum vitt og breyttum Evrópu og kynnast þeim og eiga rökræður og slíkt við þau og ég held góðu sambandi við margt af þessu fólki en gegnum árin hefur þetta komið svo sem reglulega upp þetta er að kveða þetta fullkomlega niður, vonandi tekst það núna í skipti fyrir öll langa tíð það að koma Íslandi inn í Evrópusambandið. En ég man eftir þegar maður var svona að mótast í pólitík að lesa bók eftir Ragnar Arnalds, Sjálfstæði sívirk auðlind, sem að ég held að sé mjög bara lifandi efni í dag líka að horfa til og nú við eigum að ráða og viljum ráða eigin framtíð, taka ákvarðanir með hagsmuni Íslands og þjóðar að leiðarljósi en ekki mögulega einhver annara sem eru jafnvel stærri og fjölmennari en við. Nú, og þá vera ekki ofurseld valdi og hagsmunum stórþjóða innan og utan ríkjasambanda og við þekkjum hvernig þetta er í Evrópusambandinu, það eru nokkra þjóðir sem ráða lögum og lofum og aðrir eru svona meira undir hælnum þar en við lifum líka í mikið breyttum heimi og á það hefur gjarnan verið bent og þá líka aðalda sinnum og þá sé einhvern veginn lausnin að bara fara þarna inn og bara láta aðra sjá okkur og spá ekki meir í hlutina en við höfum sannarlega verið að bregðast við og verðum ekki áfram á krafti í mörgum grundvallaratriðum. Bæði höfum við verið að bregðast við sem fullvalda þjóð á okkar forsendum á grundvelli okkar sérstöðu sem þjóðar og eyríkis í Norður-Atlantshafi. Og við eigum að bregðast við nýjum veruleika af yfirvegun, stillingu og umfram allt festu með hagsmuni lands og þjóðar í forgrunni. Það gerum við best áfram sem sjálfstæð þjóð í samstarfi við þær þjóðir og þau lönd sem að standa okkur næst, vinaþjóðir og alþjóðasamtök. Ólafur Thors, þáverandi forsætisráðherra, orðaði þetta vel í ræðu þegar Ísland gerðist aðili að Evrópuráðinu vorið 1950. Enga þjóðir eiga meira undir farsælu og árangursríku starfi alþjóðastofnana en smæstu aðildarríkin. Þessa ræðu rifjaði ég upp í ræðustól í þingsal Evrópuþingsins fyrir 3 árum sem Evrópuráðsþingið sem ég sat í fyrir Íslands hönd notaði meðan framkvæmdin stóð yfir á þessum húsakynnum. Nú, ég kom því þar að og lagði áslá að síðan ræða Ólafs Thors var flutt, höfum við sannarlega lært enn betur að smærri þjóðir eru oft farsælli í að veita sanna forystu á krefjandi erfiðum tímum, öðlast traust og sameinuð þjóðir, smáar sem stórar, á bakvið sameiginleg gildi okkar. Og bara taka fram með Evrópuráðið eru svona alþjóðasamtök 46 þjóðar sem ekki skal rugla saman við gamla kólabandalagi sem 27 ríki eiga aðild að og kallaði Evrópusambandið. En þarna eins og krækibir í helvíti í þessum stóra sal þar sem Ísland fær sæti við 3. mann ef illa fer. Myndi ég einni á og geri hér þessa sérstöðu Ísland og hvað í því felst að vera öflugt smáríki sem að borin virðing fyrir alþjóða vettvangi. Og það var gaman að standa í þessum ágæta sal sem aðeins verið umræðunni, ég sé skopmyndi líka aðeins, það verið að spyrja hvað er tokka og svona mynda þessum fallega sal
og það var gaman að rétta úr sér fyrir fram að Þjóðverjana og Frakkana í þessum sal og báða þjóðir einmitt sóttu stíft að verða gestgjafað leiðtogafundar Evrópuráðsins en þjóðir Evrópuráðsins sameinuðust hins vegar litla Ísland fyrir leiðtogafundinu Reykjavík 2023. Þá var þetta sameinuðust Ísland vegna okkar orðstýrs og stöðu en það var ekki Frakklandi eða Þýskalandi eða þær þjóðir sem gengu hvað lengst í að sækjast eftir þessu hlutverki. Nú, svona þetta, bara fara aðeins inn í þennan bakgrunn, það að ræða ýmislegt auðvitað sem hafi lítið við umræðinu hvað þýðir auðvitað fyrir okkur var meira í umræðanum bókun 35 sem við ætlum ekki að ræða hér en með sæstrengi og slíkt og eitt raforkumark og hvað þýðir fyrir raforku öryggi okkar og verð og slíkt. En mér langar til þess að leggja áherslu á eitt risamál sem ég hefist kannski ekki hafi verið mikið inn í umræðinu. Það búið að fara mjög vel yfir mjög margt. En það norðurslóðir og ég vil koma aðeins inn á það einmitt hvers vegna Evrópusambandið leggur slíka ofuráherslu á að ná Íslandi inn í sambandi og við vitum auðvitað stöðuna með fiskimiðin og fiskauðlindir okkar að ná þeim undir sig. Það búið að rækilega og verður vandi ég tala enn meira það hér í dag en með norðurslóðurnar það orðið gríðarleg barátta það að ná yfirráðum á norðurslóðum og á auðlindum sem þar að finna. Og gegnum Ísland, líka með Grænland, ef við horfum til Grænlands, að ná því inn og margir ímynda sér það að ef Ísland gengur inn að þá mun Grænlendingar horfa til okkar. Þeir svona búin að læra það að treysta ekki mörgum en treysta svolítið Íslandi. Og þetta voru einn helstu raunverulega undirliggjandi markmið þegar upphaflega var sótt aðild að Evrópusambandinu þó það væri ekki upp á borðum og enn frekar nú. Það auðvitað aðgengi að fiskimiðunum en líka norðurslóðir og ég held ég kannski verða svona tekið dæmi það svona alvarleg. Ég tók þátt í hugvitufundi einhverjar úr Brussel fyrir einhverja mánuði síðan í tilefni af þessu öllu saman sem að framundan væri og tók þar óvænt sæti í staði fyrir ágætismanningi sem er svolítið öðrum stað gagnvart Evrópusambandinu en ég. Þess vegna var þetta svolítið þessu mingur hænsnakofa að koma inn í þá umræðu sem ræðumaður og svara spurningum en þar kom þetta skýrt fram hjá þingmönnum, dönsku þingmönnum og fleirum að þetta snerist að stóru litu það að ná yfirráð með norðurslóðum. Grænland myndi fylgja með, danski þingmenn voru með þetta, Grænland myndi fylgja með og voru farnir að tala kritiska málma og annað slíkt sem við heyrum í umræðin í dag. Fágæta þessum Evrópusambandið yrði að tryggja sér og þetta var talsvert umræðan og ég get líka sagt inn að söga því að hún fer ekki lengra en einum funda minna sem ég átti hjá formar utanríkismálanefndar, það var ég í París og var á hóteli þar og gekk það niður í sal og það sátu tveir ágætir menn og voru svona aðeins að sáta barnum, það ekki að segja hvað þau var að gera og spjalla og svo kom mér Íslendingur og þeim þótti það var merkilegt að fóra að segja mig frá því þú ert Íslendingur, við vorum í samninganefnd Evrópusambandsins við Ísland. Við sátum marga fundi á Íslandi og fóru að segja mig frá fundum og hvernig þetta gekk fyrir sig. Þeir fóru að segja mig frá fundum sem við sátum með nokkru ráðherrum og hvernig móttakarnir voru og aðeins viðfangsefnin og vorum með þetta. Já, stóru máli okkur voru það að okkur vantaði fiskimið fyrir portúgalska flotan og írska flotan af því að það var nýbúið að loka á þá af öðrum, líklega meðal annars Bretum og svo var það þessi norðurslóð umræða sem aldrei var inn í umræðinni. Og það svolítið stóra máli og þeir lýstu þessum fundum og það voru svona misgóða móttökur, yfirleitt góðar, hjá ráðherrum og öðrum sem þeir hittu og þess að það fundi að svolítið þeir gengu í salinn, hvernig svona
fundir myndi þróast. Lýstu síðan einu fundi fyrir mig sem hefði verið svolítið öðruvísi en hinir, að það hefði verið ráðuneyti svolítið stort og hús allavega, og þeir eru bara fundist strax á ráðherranum þegar þeir settist niður að þetta verður kannski ekki góður fundur, og lýstu því aðeins og hvernig það, og hann vildi ekkert með að hafa svolítið og var stóð svolítið þétt á landbúnaðarmálum og sjávarútvegsmálum og slíku og já, þetta var þetta landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneyti, já, það var það einmitt, já, þið voru nú að fundað með föður mínum, sagði, og þá bráði hann svolítið að átt að segja því og vildi ekki ræða þetta mikið meir, en svona var þetta, en nú ég farin að tala aðeins lengur og kannski tækifæri til þess bara í spjall og eftir eitthvað slíkt, margt sem hægt að fara yfir og þau muni gera félaga mínir, en ég bara vil leggja áherslu á hér að lokum bara mikilvægi þess að standa vörðum sjálfstæði Íslands. Við sannarlega þekkjum það, við erum ekki búin að vera lengi sjálfstæð þjóð og það er verðmætt, og við verðum að standa vörðum okkar huldum megi. Takk fyrir.